Ég komið skemmtilega viðmælandi til mín á línuna en þar María Auður Steingrímsdóttir hjá Fjallkoninni. Komdu sæl og blessuð. Komdu sæl. Það er kynning hjá ykkur í dag sem að enginn ætti að láta fram hjá sig fara og í raun átti kannski að vera á föstudag en veðrið búið að vera að stríða okkur örlítið. Akkurat. Það búið að vera ansi mikið fjör í því. Vetur konungur búin að heilsa okkur heldur betur. Já, nákvæmlega. En þið ætlaði að vera með ýmsar kynningar núna eftir klukkan 4? Já, það passar. Við ætlum þau eru að koma núna til okkar sem komast ekki á föstudaginn og það eru þau sem ætla að koma, þau eru Stefán sem frá Vínegrunni, ætlar að kynna fyrir okkur lífræn vín. Já. Sem mér finnst ótrúlega spennandi. Og svo kemur hún Karen frá Kaja Organic og hún ætlar að vera með sín gæða súkkulaði og olíur. Já. Að svona kynna betur fyrir okkur. Og svo vorum við að fá líka þessar frábæru snyrtivörur, Dr. Hoska, til okkar. Og hún Anna Greta ætlar að koma og hjálpa okkur aðeins með það að leyfa fólki aðeins að prófa og kynna þær vörur. Hvað er svona til dæmis að finna í þessari snyrtivöru línu? Það eiginlega bara allt frá toppi til táar. Jú, þú meinar. Má eiginlega segja, við reyndar tókum nú ekki alveg alla línuna, en við tókum svona það helsta og erum við með þá líkamslínu og andlitslínu og og það sem er kannski spennandi við Dr. Hoska er að þetta er mjög svona sjóuð vörulína, búið að vera lengi til og eru lífrænar og án allra aukaefna og höfum við nú aðeins búin að prófa í Fjallkoninni. Alsælar. Og náttúrulega sérstaklega áhugavert líka fyrir þá sem eru með bara ofnæmi og þola kannski fáar snyrtivöru tegundir. Já, nákvæmlega og þar hafa þær reynst nefnilega mjög vel og fólk með viðkvæma húð það er alveg bara, þær hafa verið að virkilega virka þar. Þannig að við erum ótrúlega spenntar fyrir þessu og gaman að svona aðeins að breyta og teygja þess vörulínuna hjá okkur í Fjallkoninni. Já, akkurat, enda svakalega fjölbreytt vöru úrval hjá okkur. Já, það er einmitt að vera það svolítið núna og nú getum við bæði verið með smá svona nautnadæmi og hotlustu, bæða innan og utan. Þannig að maður er svona nánast að fá allan pakkan á einum stað. Nákvæmlega. Og nú hugsa maður, það er komið 9. desember og það eru margir að versla einmitt í jólagjafirnar og svo er þetta alltaf líka fyrirtæki eru mikið að spá í hvað á að gefa í gjafir til starfsmanna sinna. Akkurat. Og höfum við sett einmitt fram mjög skemmtilega svona sælkera öskjur fyrir jólin og það sem við erum bæði með svona tilbúnar og eins er náttúrulega líka bara hægt að velja það sem hver og einn vill fá í sína öskju. En við erum til dæmis með gjafakörfur eða við setjum líka í svona flotta póka og það er til dæmis gjafirnar okkar heita jólakötturinn, ketkrókur, faldafeykir og gríla. Það er skemmtilegt. Já, það er svolítið skemmtilegt. Það er svo tengið þetta svolítið við jólin. Nákvæmlega. Og höfum við hafa þessar gjafakörfur einmitt verið að virkar ótrúlega vel og settum við þar í fyrra og gengum mjög vel og ákveðum við að halda okkur svolítið við að bara sama gerum smá breytingar en annars er þetta svona flest allt sem fólk ætti svolítið að geta gengið bara af. Já og svo er náttúrulega líka það að það eru margir náttúrulega líka að spá í jólamatnum. Já. Og þið náttúrulega eru í samstarfi við fjölmarga í sambandi við kjötmeti og annað. Já, nákvæmlega. Við byrjum alltaf á haustin að leita til þeirra sem við erum að versla svona yfir árið með og byrjum að þér gera fyrir okkur svona ýmislegt sem að hentar jólunum betur heldur en öðrum árstíma. Og við erum til dæmis með fjallkonulæri sem eru tvíreikt hangikjötlæri, lambalæri. Og vorum við með það í fyrra og við erum með það aftur núna en við völdum aðra til að hjálpa okkur með þau þetta árið og hafa þau verið að koma mjög vel út og erum við virkilega ánægð. Þetta eru bara læri sem við
völdum saman með SS. Já. Þeir tvíreyktu svo fyrir okkur og eru þau í mjög góðri stærð, þannig að þetta er svona hentu að stærð að okkur finnst, þetta sé ekki alltaf stórt, þau eru 1,5–2 kíló. Já. Og góð svona til að vera að snakka á svona fram á jólum. Hangikjötið er með eitt af því sem er alveg ómissandi yfir jólahátíðina. Algjörlega. En eru þið með einhverjar aðrar kjötegundir? Já, svo létum við reykja fyrir okkur geitakjöt líka. Geitakjöt? Já, og ég verð alveg að viðurkenna það að það kom mér rosalega óvart hvað það er gott. Er algengt að það sé hægt að fá það kjöt í verslinum? Nei, ég held ekki. Ég held ég bara ekki heyrt það. Nei, ég er ekki svo viss að það sé algengt og það er náttúrulega bara ekki búið auðvelt að fá geitakjöt yfir leitt, sko. Nei. En já, og við létum gera þetta fyrir okkur og það er svona pínlítið öðruvísi áferð heldur en á lambinu. Já. En alveg bara alls ekki síðra, sko. Mjög gott. Og svo erum við líka búin að láta gera fyrir okkur hinn ýmsu pati, við erum með hreindýra, gæsa og jóla. Svo er búið að grafa fyrir okkur nauta og lambafille. Og svo erum við með fjallkonu grísasteikina. Það er sér krydduð af okkur fjallkonunum. Já. Og kemur grísakjöti frá Ormstöðum. Þannig að það er fjallkonu skinkan og erum við svolítið spennta fyrir því þegar þetta er fyrst skipti sem við erum með það. Það er ekki annað hægt en að fá vatn í munnin og það er hægt að kíkja til ykkar á eftir og kynna sér ýmislegt sem að þið eru að kynna núna og smakka væntanlega. Já, alveg að gera, koma og smakka allt saman, geitakjötið og hangikjötið og súkkulaðið og ostana og pilsurnar og bara nefndu það. Og svo erum við með 15% öllu í versluninni. Nú, ekki leiðilegt. Ekki leiðilegt. María, gaman að heyra í þér og ég hvet fólk til þess að kíkja til ykkar í dag, nýta sér afsláttinn og verslun í jólagjafir og smakka. Ekki spurning. Já, bara takk fyrir það, endilega. Segðu þetta í bili. Já, takk. Já, bless.